Já. Góða kvöldið. Gott kvöld, kæru áhörendur. Við erum hérna að fara í Mystery Academy gegn Hrútum, líka einnig Academy. Þetta verður æsispennandi leikurinn hjá okkur. Það er rétt að vona það. Við erum hér Keith og Frankie Boxing sem við ætlum Já. að kasta hérna fyrir ykkur í kvöld með hinn eina sanna hvaðsmalinn á myndavélinni fyrir ykkur. Erum við bara að fara beint í leik? Sýnist það? Ef allir leikmenn eru tilbúnir, Já. þá hendum við í þetta. Eigum við eitthvað að henda í nöfn á þeim sem eru að spila í fyrsta leik? Já, við erum eiginlega bara að bíða það. Ok. Bara ekki stuði. Nei, þú veist, við höfum að koma okkur inn í leikin og byrja þá, sko. Svo aðeins og slögg. Ég er bara svo spennt, sko. Mér langar bara að komast í þetta. Allt ekki svo. Jæja, þá fyrir við að dempa okkur inn í þetta. Það er Iljós, fyrsta mapp, eins og hjá öllum núna. Það er mjög vinsælt. Og hittu nú við, þetta fyrir að byrja hjá okkur. En þá bara að geða sig klára. Initiating match. Hjá Mystery, er þetta ekki í réttri röð? Við bara vonum það. Veistu, ég ætla bara að leyfa þeim að velja fyrst. Ég man aldrei hverju er Heyrðu, Assemble your heroes. Þetta Jæja, ok. er áhugavert. Sjáum hvað þau eru að koma með. Heyrðu, þá er þetta að byrja. Á Mystery er Skaufur og Haffi á tank að fara út á Rainsarius, Nella og Sasa á DPS með McCree, May og Hreyrum og Golden Coconut á supportanum með Lucio og Baptiste. Já, og svo erum við með Hrúta Academy Gods og Einar M á tank, Rainsarja, og Bessie og Vinest á DPS, Genji og Doofus, það var að breyta reyndar í Cassidy. Svo erum við með Shocked, Overwatch og Brunar á support. Mér sýnist bara að þetta er að fara að vera rush á móti rush eins og liðsetningin er svolítið. Þeir eru að fara að mæta sérna hægri. Ég held að það er bara mjög einfalt að hleypa í andstæðinginn og vona það. Sem Rænmein þá hljómar þetta mjög mikið eins og eitthvað sem gera. Sem Ræminni er að búa til. Það er búið að skipta lífæk. Lampi. Sjokk með alltaf vappinu. Þetta ætti bara að vera komið fyrir Hrúta. Það ætti bara að klára þetta núna og taka punkti. Þeir eru að reyna að klára seinustu með þau flýja. Já, þeir þurfa bara núna að gefast upp og fara aftur inn í þetta. Hefðis. Lucio er í vandræðum. Hann er að reyna að koma spurt. Hann er frosinn. Þeir halda áfram að elta. Sjáum við offshotið hjá Shock. Eftir bara þetta þá er hann komin 98%. Það er komið bíl fyrir næsta fætt. Hreyrum á móti við 36. Mystery er strax búinn að missa ræmi sinn. Window kemur út. Meiri ofta bítur við. Early beat kemur hjá Shock. Aftur Frostnir, en mér sýnist ekki geta gert mikið með það. Hænun er notað, þau ná einu support hjá Hrútum. Það er ekki mikið það sem Mystery getur gert hérna, þau eru bara að bíða og fara inn aftur. Golden Coconut er búinn að spána. Já, mér langaði að sjá hérna smá window play hjá Mystery. Það var bara window við playplay. Stella er komin á high ground. Já, Wolf kemur út hjá Mystery. Það var það að klára að taka. Klappin kom út aðeins og sneint þarna. Þetta er bara clean up núna. Það var mjög flott fight þarna hjá. Ég held að þetta verður bara gameplani yfir leikinn. Bara veggja tankana og valda yfir það. Og þetta er búið. Ekki mikið sem ég geta gert. Heiðu, Mystery er komin reyka nálægt mig. Meira ekki hættir við það. Shattery kemur! Huge Shattery er skaut! Oh my god, þau geta ekkert við þessu gert. Þau eru öll
först inn í einhverju kingu litlu horni. Það er bara clean up. Það er bara fyrstu sem gerur árásar vinnur. Einfalt, létt, búið. Þeir hrútar eru komið með dálítið mikið á ultimate svona. Já, hrútar eiga að fara inn í þetta fætt með Shattered, Graf og Hænún. Og mjög nálægt Doom. Já. En byrju, nei! Gauður fættist þetta niður, það kemur Shattered út! Víting kemur samt að bjarga þér. Tímabómið er samt út. Nærvæn. Vatnið í vandræðum, hann fegnur. Megin að reyna að gera sér besta þegar hann fyrst á. Gengur ekki alveg. Hrútar ná þessu. Hrúta tekur punktinn. Þetta var áhugaverð nýting á Graf og í Shattered þannig, en hann er strax komin upp í 70% aftur. Við höfum að fara að sjá Shattered hjá báðum einstaklingum fyrir næsta fætt. Og Víti komið fyrir Hrúta. Það ætti að vera eiginlega svona sigur svolítið í þessu fætti. Víti kemur út smá snemma, en hvort þeir ná að valda einu á, Shattered kemur út. Double Shattered. Báðir rænar deyja. Ég syns að Musteri er að klára þetta. Já, Í overtime. Hvort Shattered var stærra, það er spurning. Þetta var fyndið og sikkur megin við vegginn voru báðir Shattered. Eitt Shattered hægri megin, eitt Shattered vinstra megin. Núna er nefnilega það að Hrútar eru ekki með mikið til að vinna með fyrir uppákomandi fight, en það gæti verið best bara fyrir að tala slaka. Nei, Window kemur út og það er pása! Góð tímasetning! Akkurat þegar Ég trúi þess fætið ekki! byrjar það lítur út fyrir að einhver hafi bara dottið úr. Já, hann sjokkt. Lucio spilarinn hjá Hrútum hefur bara dottið úr leiknum. Það ekki alveg nóg gott fyrir lið. Sjáum hvort hann kemst ekki tilbaka, við ætlum að vona það. Það væri leiðilegt ef þetta væri bara búið svona. Þetta var alveg spennandi þannig að við erum komin upp í 74% á móti 99. Window komið út hjá Hrútum. Window komið út og lampi. Engin odds hjá Musteri, svo það geti eiginlega bara verið að þeir hefði unnið þetta fight með öllum 6. En eru þið búin að fá að heyra? Það ekki ennþá. Nei. Við þurfum bara að slaka á. Jæja. Við chillum bara, heyrðu, highlights hérna, þetta double Shattered, þannig í seinasta fight. Já, jú, það skemmtileg tímasetning en gerði það mikið samt. Það gerði mikið fyrir Musteri, en það vann þau það fight og pointið sem þau eru með núna. Ég vil nefnilega, já, jú, það kannski var stærra fyrir Musteri, en ég vil meina að þetta Mayholt kom sterkt inn til að Ó, jú, klárlega. Já. En Stasa alveg. við síðust að Lucio spilaði nokkað hans sjokkt, þeir komin aftur inn í leikinn, sjáum hvort að reddi að sig upp. Það er spurning. Við erum bara að fá confirmation að allir eru ready. Já, allir eru ready. Þetta er að byrja. Sjáum hvernig við náum að klára þetta. Jæja, fæti heldur áfram. Skaufur ekkert hræddur við þetta Window, hleypur bara í það. Doom fyrst til að falla hjá... Skaufur kemur niður, Skaufur fer inn. Shattered kemur, þetta er stórt! Risastórt Shattered. Sjokkt fegglur, gods fegglur. Þetta er bara Musteri sjó hérna frá. Musterinn á þessu. Nóttiðin fer á pointið. Batnær kannski snerta. Batnað og snerta. Vinsett fegglur niður, það kemur Hænún. Tekur niður bruna, gods, og sjokk kemur. Shattered hjá God. Fyrir niður og alveg sjokkt aftur með double boom. Gerir ekki mikið þegar hann næri ekki að snerta punkti. Þetta eru svakaleg búb sem hann er að ná hana. Þetta er villimaður á Lucio, hvað er í gangi? Hann er bara að taka hægri og vinstri 2 út af mappinu. Herru, þá er það næsta mappið. Það er nú áhugavert að sjá hvort það er eitthvað breyting í liðunum. Nei, bara sama.
ætla sýnist það rennum bara út á sama með Rhine Rushið. Já. En mjög áhugavert að hrútar ákveða að halda Doomfisturum. Ég veit ekki alveg hvað þið samlaði því á þessu tímapunkti, sko. Já, Doomfisturinn var ekki að gera mikið í seinasta rándi. Sjáum til hvað gerist hér. Þannig að maður veit ekki, liðin eru búin að æfa kannski einhver kombo. Vilja halda þeim yfir eitt mapp eða eina mapp típu. Það verður virkilega erfitt fyrir Gods. Bessi feklu snemma veggurinn kemur, þeir fara inn bara. Ekki hrætt við þetta. Já, þetta er nefnilega það sem ég er að tala um. Já. Með sko Doomfistinn á móti meginni. Það er svo erfitt fyrir Gods að spila eins og að spila á móti þeim. Hann þarf að spila allt öðruvísi en það myndi þurfa að spila vanlega. Í þessu Rush Mirror. Ok, við sjáum Doomfistinn hérna. Á hægri. Það er að gera eitthvað skemmtilegt. Þeir eru að fara með stikkuna. Veggur kom upp, lampið er komin út fyrir hrúta. Við gáðum strengt snemma aftur. Lampið fór út fyrir mustri, en ég held að sé rétt hjá þér. Doomfistinn er ekki alveg að ganga hjá þér. Það er bara svo erfitt fyrir Gods að hleypa inn í þetta þegar hann er bara veggjaður, tekið úr leiknum og hvað ætlaði það þá að gera? Ekki neitt. Ok, og Snella bara hendir í eitt smá flex high noon hérna á Gods. Bara klára hann á. Klára hann bara á. Það var skil. Takk hann bara út. Nei, ég segi svona. Það er spurning, Vinnest er næstu því komið með Meteor Strike. En hann er að skipta, já, hann að koma. Þegar við kíkjum á Monster hjá Monster. Það er Shattered kemur niður. Og Window. Og Hann Bomb. er nær Lucio-ið. Já, þetta er bara allt fiesta. Notið bara allt. Ég klára þetta. Nei. Monster fer sig hann í næsta fight með Mayholtið og Soundberry sem ef nota vel, ætti að vera nóg til að vinna hvað sem er. Já. En á mótið þá erum við að fara að sjá Graf, Shatter. Hey, það er skipt upp á DPS-lænu. Það er komið á Cassidy og Tracer. Það er hvernig komist út sjókinu. Shatter er blokkað af meginvegnum. Mayholtið kemur upp, næra að frjósa 2. Mikið kemur upp hjá hrútum. Það er að halda í lauga aðeins lengur en ég held að þetta er bara... Nei, Grafi kemur út, þeir eru ekki að Þeir nota það fyrir að reyna að snerta, það er bara reis á punktinn. Þetta gerist alltaf ekki mikið, þegar Skaufi kemur og pinnar góð. Þetta lítur ekki vel út fyrir hrútum. Nei, þetta er bara clean up. Þetta er clean up. Þetta er komið. Musteri taka fyrsta mann. Það er stól. Hóli Wall off. Þetta er komið. Það er núna þá 1-0 fyrir Musteri. Academy. Ég þarf að venja með þessu. Þetta var alveg mjög vel spilað hjá Musteri Academy. Ég verð bara að segja, þetta var bara team competitive. Ég sá ekkert við á spilurinn í sjálfu sér. Í raun og veru það var bara Musteri að spila betri liðsætningu heldur en Academy. Já, ég held þau föttuðu að Doomfistið var ekki að virka aðeins of seint. Já, aðeins of seint. Aðeins of seint. En spenntu að sjá hvað þeir ætla að gera þá fyrir næsta mapp. Vona að þeir reyna þá að breyta áhersluðu sinni aðeins, allavega. Já, sjáum til hvað kemur upp. Þetta verður áhugavert. Mér langar nefnilega ekki að sjá fólk vera hrætt við að skipta, sko. Það er svo hættulegt að vera föst í. Bara, já, við erum búin að æfa þetta og síðan hvað ef það sem þú ert búin að æfa virkaði ekki. Þú mátt ekki bara vera fastur í einu alltaf og bara búast við að gera eitthvað annað. Ég held að það var definition of madness. Var það ekki sagt í Far Cry einu sinni? Ég þekki nú kannski ekki alveg til þess. Ég skal bara trúa og treysta þér. Hvað, spilaði ekki Far Cry 3? Ég trúi þessu ekki. Nei, Ekki, leikur! Sko, ég er bara fake gamer girl.
Þar notaði ég bogan, sko, bara boga og þannig var ég góður á Hanzo. Ég er bara svona... Góður á Hanzo? Já. Já, Já, ég er góður á Hanzo, hvað meina ég? já. Ég sagði ekki Ég sagði mér það. neitt. Mér séðist að næsta mapp verður King's Row ef mér er ekki að skjótlast. Þeir eru eitthvað að Þeir eru spjalla. eitthvað aðeins að pæla í þessu, við sjáum til. Já, við erum að fara yfir á King's Row. Þeir eru ekkert að breyta áherslu, það er bara Rein, Rush, í slettu hinu, anstæðinum, lemja þá, drepa. Nei, Ok, kannski slaka aðeins á hérna. Nei. Við ætlum ekki að gera ráð fyrir að þetta sé bara eitthvað rúst, skilur. Nei, ég er að segja, eitt lið þarf nú að gera það við anstæðin. Miðað við seinasta leik, þá er það klárlega sem virkaði best fyrir bæði liðin. Já, þannig bara virkar þessi liðsending. Þú bara ferð inn og bara vona það besta, skilur. Já. Það er það sem er að fara að gerast. Alltaf, í hvert einasta fætt. Elska það. Það er ekkert skemmtilega. Við erum tilbúin til að fara inn í leikinn. Við erum spennt til að fara í leikinn, sko. Við erum spenntust. Herru, það er búið að skipta út Shocked Overwatch hjá Hrútum Academy og Vinest er komin í support-rólið og við erum búin að fá nýjan DPS spilara, Hann sem heitir Chris. Já. Hef ég spilað með Chris? Veit það ekki. Ég kannast ekki við, ég hugsaði strax á Chrissa, en ég ætla að vona að þetta er ekki sami spilari. Það er erfitt, fólk er alltaf að fá sér nýja account á eitthvað, þessi er nú bara eitthvað level 221, maður veit aldrei ef þetta er allt account hjá einhverjum. Nei, maður veit það náttúrulega ekki, sko. Mér sýnist að við erum núna, það er smá pása, sýnist mér, fólk er ekki alveg tilbúið til að fara inn í leikinn, en það er alltaf leið. Ég get verið hérna í allt kvöld. Já, ég er komið brandara. Já, kom svo, skoðum við eitthvað. Ok, sko, byrju. Erum við að fara inn í leikinn? Nei, okay. þetta er grín hjá... Ok, þetta er grín. Ok, einu sinni. Já. Þá voru hjón. Og konan var að fara að eignast barn. Og hún var í svo miklum vandræðum með það hvort að barnið strákur eða stelpa. Og það hún vildi gera allt tilbúið fyrir barnið sitt. Hvert er þetta að fara? Ok. Svo hún fór og byrjaði að biðja til Guðs. Og hún var að biðja til Guðs og spurði Guð, verður barnið mitt strákur eða stelpa? Svo Guð á endanum svaraði og sagði, barnið þitt, elskan mín, verður strákur. Svo hjónu fór út, málaði herbergið, gerðu allt tilbúið fyrir litla strákið sinn sem var að fara komin í heiminn. Þetta er of langur brandari. Alltaf fram. Barnið fæddist og það var stelpa. Svo hún nefndi barnið Guð laug. Takk fyrir. Við komum inn í leikinn. Ég gerði það hangan svo, þú veist. Já, það virkaði. Við myndum fara inn í leikinn þegar þetta byrjaði. Mér finnst gott að fólk var farið að gíska næstu í chatinu, byrjaði að segja Guð minn góður, en ég held reyndar að vera örugglega af því að þetta var svo langur og landræðin brandari frekar en... Nei, það var ekkert langri, ég held að þetta var bara perfekt. Ég held að ég gat ekki gert þetta betur. Sko, já, nei, ég ætla ekki að fara að setja neitt út á brandariðina, það var góður sko, sérstaklega því ég hef enga brandara til að segja, þannig að... Já, ég er brandara kallinn, sko. Ég er svo fyndinn. Herðu, núna erum við að sjá musteri á svipu liðsetningu og voru á áðan, nema að Snella er komin yfir á Hanzo, frekar heldur en, hvað var hann að spila með Green? Held það? Cassidy. Já, Cassidy. Þetta er 5 ára vani, sko. Það tekur smá tíma. Og við erum að fara að sjá Föru koma út hjá Hrútum. Chris er að fara að taka Föruna. Áhugavert. Mjög áhugavert. Far Mercy, meira að segja. Far Mercy.
Ég hef nú allt of oft fallið fyrir Pharmacy á fyrsta punktunum á Game Show. Ég hata það er ekki skemmtilegt. Sjátt á þetta mynda. Já, þau skiptu yfir í Snella skiptu yfir í Soldier og er núna að koma á punktinn. Það miklu máli. Það gæti verið sniðugt fyrir föruna. Þeir hafa kannski tekið eftir í snemma. En við sjáum bara allavega slaka út og skjóta. Það er verið að rótita smá hérna að hótel. Nei, byrju, Sarja fellur, það gefur vegna niður. Einar Emmi fallið í strax. Skaufu fellur samt á móti, þeir geta ennþá farið inn á þetta á mínum mati. Þeir eru allavega ekki að bakka. Og þeir eru allir, núna eru þeir í góða stöðu. Já, þetta er hrútar að bara klára þetta punkt hérna. Þeir eru komnir með 1 hit. Skaufu er komið tilbaka, en Sasa fellur. Window kemur út hjá Musteri, en það nægir ekki því Barats kemur að alltaf og tekur niður Stellu og Skaufu. Sko, ég er ekki frá því, þetta gæti alveg verið Krissi. Þetta var eitthvað sem að Krissi gerir. Þetta gæti alveg verið Krissi. Þetta er svona Krissa moment. Algjörlega, flaug bara bak við þau, komu ult á 0-1. Já, það gerist verulega oft. Skautið í bakið. Með að bara damage boost á förinni og hún fær að gera það svo vill. Það tekur ekki langa tíma til að byggja þetta upp. Quite same. I will not waste this opportunity. Það langar mig að sjá Musteri bara eiginlega fara inn í það og ekki hugsa út í förina. Bara að reyna að dreipa hérna fyrst. En Window kemur niður. Já. Þeir eru mikið. Verulega slags stöðar í Musteri. Satterkenni hittir 3. Ætti að vera klárað bara núna. Þetta er bara tíma fyrir Musteri til að bakka og að safna við allir. Musteri er ekki með mikið til að vinna með fyrir næsta fight, en nálega Þeir eru með Visor og Dívabombið. Hrútar eru að halda mjög close við second point. Sko, ég þarf að sjá frá Musteri bara að hleypa inn í á með ultimate og ekki með að pæla inn í öðru. Það er svo erfitt þegar það er komið svona Jú, alltaf kemur það. Kristspeklinni. Kristfellur. Mercy hendir út ult. Það haldur alltaf lífi. Hænún frá Bessu, hann er ekki að reyna að snúa þessu við. Það er Ressa Sarjuna hjá okkur. Sattir nær blokkar. Hænún kemur niður hjá Sasa. Stóra Dívabombið hjá Haffa. Núna er Musteri að elta niður Mercy. Eitthvað hrygginn. Herru, það er kannski bara betra. Það tekur lengur tíma fyrir hann að taka tilbaka. Þetta er nefnilega því vantaði bara momentum. Þetta var hrútar voru komnir bara- með svo mikinn drifkraft. Strax þegar ég sé hík hjá Musteri á móti þess að þið fyrir, þá er þetta eiginlega bara búið. Þeir verða bara búin að taka alltaf mikið damage án þegar fightið byrja. Já. Þeir höfðu verið bara fljótir og ákveðir í öllu sem þeir gera ef þeir ætla að ná að vinna þetta með. Grafið gildið að Haffa! Jú. Það er ríkilega stórt þegar ég bara núna að fara inn í á, klára þetta af, hinna Sarjuna. Já. Það er show no mercy hjá Musteri. Það er show no mercy. En það er hrútar að fara að koma inn með Baratsi núna bara. Shatter og Hænún, þeir geta gert skemmtilega hluti með það. Ég myndi búast við Barats bara til að taka skjöldi niður og segja bara frítt Shatter hjá Gods. Hjá Gods, já. Gods, já. Það þyrfti mögulega að vera hinsegin Shatter fyrst, þannig að Díva getur ekki étið allt Barragið. Nei, hún getur það ekki. Sarja. Af því hún gæti ekki étið sko grafið. Nei, myndi Shatter kemur! Það er þref! Skaufur bara að Skaufur er ekki að slaka! Hann er bara að sópa hrútum undir teppið. Það heit að segja það, nú er bara einvikið messið að hlaupa við lífsett, það nærið þið ekki. Lucióinu er þetta svo hraðir á þessu. Hrúta
smá fasti hérna, en Oltið að fara að koma inn fyrir þá. Allt við þurfa. Réttindi 2 mínútur eftir. Þau þurfa bara að koma pelutinu fram fyrir 1 horn. Ok, laðum smá að sjá svo að lítið flagg Fyrir næsta. með fögurinn, sko. Bara yfir þakkið eða eitthvað svolítið. Við byrjum nú inn. Hann eitthvað að reyna að fara bakvið. Ívar kemur inn, hann geti... Já, það splittaði öllum upp samt. Skaufur er búinn að ná Gods. Svo Lati kemur og það étið að hoppa. Alveg, þú veist það myndi gera. Þú veist. Eitthvað er gáður. Þetta er alltaf ekki að líta mjög vel út fyrir þessu alltaf núna. Þeir ekkert að bara halda þeim í spánhörðunum, setja vöndóið niður, læsa þau bara á sínu spánu. Það er bara lagt Gods í einelti út í horni. Það eru 35 sekundur eftir af leiknum. Já, við sjáum, það hlýtur að vera, við sjáum eitt stórt chat að koma inn frá hrútum áður en þetta klárast. Eru þið nokkuð að fara að taka hægt? Mercy skipti yfir í Lucio. Þau þurfa á hraðanum að halda. Nei, Chris hættur á það hættir byrja. Og Shatter kemur og Flasher! Hvað þetta var verið tíma að setja Flasher kemur og stunnar Gods og Shatter frá Skauf. Drepa þá með nýja breytingunni þar sem Shatter gerir hvað var 200-300 damage. Þetta var svakalegt. Það hlýtur að hafa verið hræðilegt blóð fyrir... Ekki mikið sem hrútar geta gert í þessu. Þau bara löbbuðu á vegg aftur og aftur og veggurinn var Skaufur. Með sín Shatter. Það er nefnilega það sko, Zarya alls ekki slæm í þessu á Kings Row getur við spilað mjög vel en Dívan hún getur étið svo mikið af damage sem er að fara að koma á Skauf að hann færi eiginlega bara að gera það sem hann vill. Á meðan að búblan brotnar bara eftir örstutt og stund. Já. Það getur við stór munur hvert er eitt fight, hver Reinhardt fellur fyrst. Algjörlega, hingað til hefur það eiginlega verið bara það lið sem missir Reinhardt sinn fyrst. Bara vinnur ekki fightið. Hreinlega. Það er ekki þannig hvert einasta skipti, en... Nei, ég vil bara benda á það að Reinhardtinn er mikilvægasti karakter í hverju einasta liði og allir ættu að meta Reinin betur. Jæja. Núna þegar við erum hætt með það í bias. Ekki bias, þetta er bara fakt. Það er staðreyndir hér á bæ. Það eru staðreyndir hér. Það eru staðreind nr. 2. Round nr. 2 er að byrja. Myndi Vincent fellur strax niður frá Sasa. Þau taka farmiðu sérna út alveg eins og Herðu, og Musteri er bara að kýla inn. Þau eru með 1 pick, 2 pick núna, Chris. Bessi beint á eftir. Þetta er svakalegt teamplay hjá... Teamplay, rush comp. Nei, hjá Sasa og Snella, ef við fylgdust með, þá voru þeir að skjóta hvert einasta skipti á sömu targetinn. Já. Og náðu bara að klára það alveg með damage-boosti frá henni Mercy. Ekki illa gert. Það er nokkuð að bara taka early fight hérna. Það ætlaði bara að halda sig á sínum stað. Mér finnst þess að sé... Nei. Respective. Þetta ætti bara að vera ekki það að fara bara einn fyrir skurð. Já, nei, hann er stunnar! Og fellur, en tíma... En Thrash killur út 2, 3. Sasa alveg frjálst að gera það sem hún vill því hrútar eru ekki með dífu til að stoppa hana. Þetta er það sem mér finnst eins og hrútar eru hræddir við Chris á förinni. Þetta er eins og ég var að segja áðan, ekki vera hræddur að skipta þótt að þú ert að fara að ná í ultimate eitt bráðum þá er bara svo mikilvægt að hafa dífuna til að rúka á þessa fyrir. Já. Hún er aldrei frjálst nema að fara Mercy effektiv að stöðstu
núna. Þú vill ekki vera í vandræðum. Window kemur út, sjá hvað gerist það. Já, musteri bara bakkar. Það er bara sniðugt. Skal bara leyfa að nota oltinn, taka annar fæta. Ég held ég ruglaði nöfnum minn á hann í stæði Chris en ég meinti Sasa. En Hrútar eru komnir með sína eigin förri núna í leiknissu. Þær eru í flugbaráttu hérna. Dæmin er að svinga á hvern annan. Það kemur gott eftir sjálf ekki vakkabómið. Nær Vincent. Nær Vector og Sarjan eftir svo langt HP eftir þetta divabomb. Við segjum þetta bara klára. Ég held að þeir geta ekki snert punkt eftir þetta. Það er enginn sem getur snert. Solskjær kemur hérna á flegiferð en Það er ekki nægilegur möguleiki að það tekst að komast á punktinn. Það er komið 2-0 fyrir musteri. Academy. Það er alltaf, við bara klárum setningarna hjá það. Hér er Sasa. Við erum með svo gott coordination, svo gott teamplay. Justice reigns from above. Casting Dream Duo. Þetta er svakalegt play hjá Sasa. Þetta var vel spilað. Sasa átti þennan leik, hann gat bara gert hvað sem hann vildi, ekki til að stöða hann. Gat bara flogið inn, skotið 2 skot, fengið 1 út úr leiknum, búið, unnið fight. Ekkert mál. Og það er spennt að sjá hvað Hrútar ætla að taka næst. Ég myndi virkilega mæla með að fara af þessu rush mappum og spreita sig í ykkur nýju. Ég reynda að þekki liðin ekki svo vel að ég veit ekki alveg hvað fólk er vant að spila, sko. Ég er bara ekki inn í þessu nógu mikið til þess að segja eitthvað til það. Sýnst musteri samt vera með eiginlega sama setupina og seinasta season. Jú, þeir voru þeir ekki alltaf bara rush, svona að mesta hlutan? Það var alveg ágætlega mikið af Winston, en það er kannski bara út af hvernig leikurinn var þá. Það er þetta svo skemmtilegt að bara taka fólk út úr leiknum með sjattiðinu. Þetta 300 damage bara á hausinn, bonkar bara með hamrinum. Það er mjög ánægilegt að sjá. En við erum að fara í Temple of Anubis fyrir 3. mappið, mjög áhugavert. Mjög áhugavert, ekki margir sem hafa tekið 2CP. Viljug tekið 2CP er ég nokkuð vissum, sko. En gæti verið gott mapp fyrir Hrúta. Þetta er áhugavert val hjá Hrútum. Ég held mögulega að þetta sé að reyna að velja eitthvað sem að kannski Mystery Academy hafa ekki verið að æfa jafn mikið. Ég held að flest lið í mótinu eru ekki að æfa jafn mikið á 2CP. Það gæti verið svona virkilegt pick sem kemur manni á óvart, sko. Svo, vá, hvað erum við að fara að gera hér? En eins lengi að halda bara áfram með sinn leik, þá held ég að Mystery ætti ekki að hafa áhyggjur, sko. Of miklar, segir ég. Eiga ekki að fara í panik. Nei, það er enginn að vera að panika. Ég held að ég náttúrulega þekki ekki Hrúta Academy það vel. Nei, er þetta ekki nýtt lið? Jú. Splunkunýtt. Splunkunýtt, það veit ég. Standa sig vel fyrir það. Algjörlega. Ég veit nefnilega, ég man eftir þegar Selif og koma í fyrsta skipti. Vá, hvað við að spila saman, það glænýtt lið, verulega erfitt. Ótrúlega erfitt. Að gegna þessu liði sem er búin að spila saman í 1-2 ár. Það vantar alltaf smá svona upp á þegar maður fer á móti í.
Já, það er Temple of Anubis. Ég er spenntur að sjá hvort það kemur eitthvað nýtt. Alveg til ég að sjá liðin spreyta sig í eitthvað öðru heldur en bara Rhine go point. Rhine swing hammer, boom boom. Rhine swing, hammer down, slam huge. Ready. Já, þarna kemur það, double shieldi, ekki alveg eins ánægilegt liðsending til að horfa á, en eitthvað nýtt, samt sem áður. Algjörlega það sem er búist við á 2CP. Já, algjörlega. Þetta er 2CP staple. Mystery byrjar hérna á defensinu og tekur farmöðu síðana sem hefur oft verið nokkuð sterkt á 2CP mappum. En mjög áhugavert hvernig hrútar ætla að fara í junk. Er það að halda því? Junkrat á attackinu? Það lítur út fyrir það. Ef ég sé hann taka eftir förinni og halda áfram á junkrat, ég var orðlaus. Ég var orðlaus ef hann ætla að fara junk í förina. Hann lampar allavega áfram, þeir ætla að prófa þetta. Þeir ætla að prófa sig áfram, já, ok. Ég fíla það. Þeir færa sig til vinstri. En það er ekkert allir með þeim. Hann er að skipta. Brunað var skilinn eftir. Hann skipti strax yfir í það. Þeir eru nú bara fastir þarna. Þeir eru bara að koma sér út. Þetta verður þá fara showdown hérna. Fara á duel og þá komast þeir kannski gegnum choke-in. Þetta verður held ég bara slow poke. Já, þetta er smá flugbardagi en í gangi, sko. Þeir eru að skjóta á hvern annan. En já, bara halda sig á sínu stað og skjóta. Það er eina sem bæði lið sem við erum að gera. Finna bara góðan stað til að setja niður akkeri. Við nú, Sasa fæktur Bessi með skot í hausinn. En snella nær Mercy hjá hrútum. Sasa er refsaður. Svo kemur það, nei, býttu hvað? Nei! Sasa kemur í bak með Baraji, tekur 2 niður Bessi og góð. Voru ekki að búast við þessu. Þetta ætti bara að vera hold hjá Mystery, myndi ég halda. Já, þeir þurfa að Þurfa bara að bakka og vonast til að lifa af þegar þeir koma út úr herberginu. Hvað var Vinest að gera? Vinest, hvað? Ég er að segja nafnið þessu. Vinest. Alls ekki þetta félagi. Við segjum bara að þetta var óhefni. Þeir reyna aftur að fara inn í herbergið. Það er ekki langt frá Flaxi og Bongoið og Krissi komið með bara af. Gæti þetta bara Chris, yfir dyr Krissi, við erum ekki veist. Herðu, Sasa fellur fyrir Bessa. Hún er komið flott tækifæri hjá hrútum. Já, Flaxi kemur út, næmur síðan að það, en Bob er hent út, langt ekki. Bobbin í bak, það er... Herðu, og Chris með barrage á hrútunum, nær 2. Það er báðum supportum. Það gæti bara verið mikilvægt fyrir hrútan að taka þetta point. Það eru 2 tankar og Sasa eftir. Sasa það er of margir skilur. Þá er spurning hvort Mystery ætlar að reyna að stoppa þau, en... Nei, mér sýnist ekki. Ég ætla að bakka bara. Það er bara að sniðast. Það er spurning samt, þeir voru dálítið lengi að ákveða sig hvort það ætlaði að bakka. Og hrútar gætu notað sér það og bara rushaði inn. Það sem Mystery sko gerðu, þeir notuðu bongo og núna eru hrútar með bongo á russu inn í þetta fætt. Já. Gæti léttilega unnið bara fyrir sendingkvöldi. Aftur ákveðið að fara inn í herbyggi. Fara til vinstri, já, mjög sniðið takkið. Já, bongo kemur út. Window, þann kemur inn á móti. Sasa er næstu því komið með barrage. Þau var bara að bíða. Ekki minn skildina í þetta Window. En byrju, Chris er bak! Tekur niður Snelli og Soldier. Þau eru splitt núna og kemur barrage. Barrage er næs og tver. Það er verulega snett við hrúta. Þessi augnablikki. Svo tilkvæmt að Chris nær að loka þessu. Já, nær
Snær Golden Coconut, en hann er ræðsaður af Freyrin. Má 2CP moment núna, allir bara komnir aftur. Allt er bara að gera. Það er mjög mikið bara pjú í gangi alltaf einhvern veginn. Ó, Nei! Chris! Með 4! Ratið! Uppi á bakið! Ég tek þetta tilbaka. Ég veit ekki hvað ég var að byggja sko. Þetta var Það var fyrst bara. Nei! Allir eru að respawna núna. Litla stóðlega, Chris heldur áfram. Chris vektur það. Stórflags kemur inn. Vappi bjargar flestum í Mystery Academy. Þessi kókuna vektur. Engin support fyrir á punktinu okkar núna. Vappi að vera svo böggandi á þessu ból að halda sér á lífi. Þetta verður endalaust fight hér. Er Mystery að stofna þessi? Nei, þetta er svo jafnt. Ég veit ekki alveg hvað er í gangi lengur. Við skoðum aftur. Ívan samt er á... Mines kemur út, já hafna. Jú, núna sýnist mér þetta vera að fara í... Já. Mystery snúa þessi, þetta var svo langt. Hvað var það, 2 mínútur eða? Jésús. Ég svein. Ég skil alveg ef áhörfundur voru smá vilt þarna, þetta var bara algjört kaos allan tíman. Erfitt með þess að skilgreina hvað það var að gerast á ofan, bro. Ef það þarf einhvern tímann að útskýra fyrir einhverjum hvað 2CP er og af hverju fólk nennir því ekki lengur, bara sýna þetta. Þetta var 2CP moment. Þetta er bara... Chris með 4 og það náðu ekki að klára þetta. Það hlýtur að stinga. Bara öll respawns bara... í gegn. Og Mystery skipti Já, stórt meilt allir að frosta hérna inni í þessu litla herbyggi. Jú, það er bara að klína. Og eina fagla, já. Þetta eru Mystery að taka þetta. Chris og Vinnest þurfa að bakka. Þeir halda áfram að póka samt, reyna að ná upp í barrage ef þeir geta. Ætti nú að vera allt í lagi fyrir að hafa annan tjenstur. Þeir eru með 1 fight meðan við tíman. Já, við fáum vonandi að sjá annað svona frábært barrage á Chris. Vekja þetta aðeins. Og eina er líka að fara að koma með flagsið. Sjáum til hvað gerist. Kemur skaupið með annað díófón. Allir komnir hinsta meginn. Chris vektur er restaður strax. Snella komin á Hansóinn. Lappa inn með skildina. Nei, bruna vektur. Ekki góð. Chris með barrage vektur strax. Stórt flags. Hjálpum, bomb, Díófóna kemur. nær stigma. Fyrir að klára bara 2 eftir. Cassidy og Mercy. Ó, það er Cassidy eitt og sem... Vinnest. Herðu, samt Þetta sem var áður. round 1. Round 1 búið, samt sem áður 2 tipp á Temple, second point. Score Alls ekki slæmt. 0 to 1. Alls ekki slæmt. Switching sides. Það er bara svona er þetta stundu. Bessi datt út, syns mér. Það er pásað. Ó. Smá, já, Hann- annað krass greinilega. Leiðilegt. Overwatch eitthvað leiðilegt við Grey Hrúta Academy í dag. Já, eða bara internetið þeirra er... Það gæti svo sem verið. Jæja, við bíðum, vilt þú koma nú með branda? Ég hef enga brandara. Ég ekki neitt, sko. Nei, ég er að spauga. Eins gott. Komin aftur í leikinn. Sjáum hvort að við förum ekki bara að byrja strax aftur þá. Við segjumst að hrútar eru tilbúnir. Eru Mystery tilbúnir? Já, við erum tilbúin að sjálfsögðu. Hvað er að byrja? Óvart tilbúin. Og við erum að fara aftur inn í þetta. Það verður nú að hrútar á defensinu og Initiating Mystery match. á attack. Áhverjum að sjá hvað það ætla að breyta ykkur hjá hrútum eða hvort það halda bara áfram þetta double shield, hræðilegt að spila á móti.
Að mínum mati hræðilegt að horfa á líka. Það var flott að sjá þegar Mystery skipti yfir til að stóla. Þau tóku Jú, Eva virkilega og virkilega vel Sigma, Ready for battle. skipti svo líka yfir í Hanzo. Það virkaði miklu betur bara fyrir liðið. Ég veit að þessar map-týpur eiga það til að vilja, þú veist, hitta þetta komp frekar. En þegar liðið er gott í einhverju, þá er það gott í einhverju, þú fattar hvað ég meina. Jú. En mér finnst samt að Skaufur og Haffi eru komin á hann. Haffi er komin á Ball og Skaufur komin á hann Winston. Þannig Já, að... þau ætla bara að hoppa beint á þau og... Nei, ég býst ekki alveg við því að móti Double Shield, það er svo hættulegt. Já, Ef að ég væri í þeirra sporum, bara taka skaða í spettið á Monkey, forma Nano, Nano Monkey, 3, 2, 1 og góða bara. Létt. Já, Sjáum það strax. isn't it always the way? Það er bara einfalt. Where does it hurt? Hann þarf ekki eins að hoppa þeim, með Junkrat þú bara lætur hann skjóta þig, forma Nano. Tangled? Bara hoppar í að ég... Já, það er nákvæmlega sem hann er að gera. Hann bara lappar inn í Junkrat Mines, leifir Golden Pokémon að híla, hoppa þau inn. Þau hoppa samt inn, ekki samlega þessu, þegar fara hann inn í bak. Hei, Stella með headshotið! Asa kom inn í bak líka, tekur Junkratinn út. En ekki sem komta Mystery er að ná pick sérna. Þetta er allt svo út allt einhvern veginn, út Bara vel spilað að mjög. klára þetta hjá Mystery. En líka kannski smá heppnir ef að Snella hefði ekki náðu þessu pikki á föruna, þetta headshot. Þetta var svakalega flott headshot. Þá hefði þetta eiginlega bara verið búið fyrir Mystery fyrir þetta stund. New defense point. Objective B. Enga breytinga sem þessum en Chris álagt bara aðsöðu og saman Bongo. Nanomaki, 3-2-1, komið inn. Einar. Alla neðandi, já, hann breytir, gott. Mercy er Niður með fallin. Bongoið. Þetta... Þeir gætu náð einhverju stóli en þetta lítur ekki vel út. Að Og þessi, það endar þar. Victory. já, þetta er búið. Vá, virkilega vel spilað hjá báðum liðum allavega, en Þetta var svakalega flott. þetta voru mjög sammála Mystery í þessu rándi að fara yfir á Monkey í læði. Já. Að Nanoið bara bókar á punktin. Bara að gefa Já, hérna sjáum við þetta bara tekur 4 niður. Þetta var fallegt, sko. Svakalegt. Heyrðu, Epic. þá er þetta bara komið hjá þeim. 3-0 fyrir Mystery. Virkilega vel spilað, vel gert, strákar. Þetta var mjög flottur leikur. Þó að Mystery vann öll möpp, það voru alveg svo mörg fights þarna inni sem að voru Svakalega mörkvætt. svakalega flott og líka bara close, þú veist. Það hefði hver sem er geta unnið fightinn. Jú, og virkilega vel gert hvernig Mystery fór hana þegar voru að fara að tapa eftir þetta 4 manna barrage Já. á Chris. Hvernig þið skiptu í bálinn og skiptu í allt þetta til að halda pútnum gangandi. Þeir voru að halda þessu lifandi og bara eftir svona langa tíma náðu þau að snúa þessu. En já, hörðu, ekki viðtöl. Jú, eða ekki, ef við ekki Við að ekki að fara í það. ræna ykkurum. Jú, reynum að ná ykkur minn. Þegar áður en við gerum það, ég líka bara að minna á að Overwatch Ísland og Almenni bikarinn eru með Facebook síðu, Twitter síðu og YouTube síðu. Endilega kíkið á þar. Og minna á stóra leikinn á morgun klukkan 8 Mystery vs. Akera, krakkar. Er það Mystery eða Mystery Academy, Franki? Ég þarf að vera alveg viss. Ekki Academy, ekki Academy. Það er Mystery, ok, cool. Nei. Þetta er smá ruglandi fyrir okkur en að lágmúan.
Ekkert að kata mig neitt, sko. Bara real deal mystery versus Edgar. Edgar. Já, allir að mæta á átkun að horfa á Já, mystery. ég ætla, Gegn ef það Edgar. er eitthvað sem ég ætla að gera, þá er að put on a show, sko. Þetta verður for the viewers á morgun, ekkert annað, þetta verður skemmtilegt. Heiði, mér sést að Hreirim ætlar að koma í viðtal, hann er mættur á svæðið, er í biðstöðinni, geta ekki fært hann yfir. Ég held að ég get hægt hann í með þessu að byrju. Ó, nei, einhver gerði það fyrir mig. Gott. Halló, Hreirim, sælir, Nei, blessaður, Franki. til hamingju með sigurinn 3-0, frekar örugt, vel gert. Hvernig líður með þetta? Herru, við erum allir bara frekar sáttir. Algjör synd að Grey Jana hefði ekki getað spilað með okkur. Já, ég frétta því. Já, hún fekk höfuðhögg, Grey, þannig að hún getur ekki Jú. spilað. Þannig að við tilengum sigurinnum í dag til Grey Jönu sem gæti ekki spilað. Klálega, shout out, Shout out á Jönu Twin Tail Fox. fyrir, Nákvæmlega. var hún ekki bara svona, við þurfum að vinna fyrir hana. Var Það er eins gott. þetta ekki svona boostið sem við þurftu? Þetta var moral boost að Jana... Moral boostið sem við þurftu til að loka leiknum. Við vorum reynda pínu smeykir þarna þegar ég pikka Temple for Noobis. Já, við vorum einmitt að tala það. Ég sagði sko, að versta sem gæti gerst er að ef að þeir myndu byrja að vera smeykir og þessi 2C P-map eru oft núna ekki æfð. Æfð, já. Neitt. Já, og líka bara, þarna, alþekta musteri hefur aldrei verið góð af Temple for Noobis. Já, það er auka. Þannig Það er að ekki algjört auka. það er algjört auka. Er það eitthvað play sem að er svona standout fyrir þig úr þessum leikjum? Bara flest chatterinn hans gumma, sko, skauf. Já, það voru mörg. Þau voru allmörg, sko. Elskaði Sérstaklega Kings Kings Row. Row. Já. Flashbang, chatterið, perfect. Þetta var svakalegt. Já, Ég það- bara, sem ræn spilari, sko. Svo gaman að sjá þetta. Já, En nákvæmlega. Kings Row var líka með svo mikið comeback. Þeir náðu að góða pussi á point B og við bara gjörsamlega stoppum það á síðustu metrunum. Já. En ég ætla að gera eins og faðir Fenrir gerði og ég ætla að spyrja þig hvað var svo helsti svona, wow, þessi gæi í óvanarliðinu, við þurfum að stoppa þennan. Eitthvað svo að gefa þér mjög erfiðan tíma. Örugglega faraplayerinn þeirra. Við þurftum svolítið að... Chris. Já, við þurftum að setja Ekki pínu... Chrissi. Kannski, ekki Chrissy. Við þurftum að setja pínu púður í það að stoppa hann. Þannig að við vorum alltaf með einhvern hitskan. Akkurat. Já. Herðu, vorum við með eitthvað meira fyrir þig? Nei, bara ef þú vilt hendi eitthvað annað shoutout, það er tíminn núna. Ég vil bara henda shoutout á nýjasta meðlum Mysteries, hann Óla litla, hann Sasa. Og svo væntanlega á úrvalsliðið okkar í efri deildinni, þeir eru geggjaðir. Já, eins gott að sjáta þetta mig út með. Geggjað, shoutout á Sasa. Hreirim, takk hérlega fyrir að koma til okkar og til hamingju aftur með sigurinn. Takk hérlega. Virkilega vel gert. Takk. Nú ætlum við að fá brunar úr hrútum inn til okkar. Já, Brunar, kom til kall. Kom til kall. Halló! Brunar, blessaður. Hvað segirðu gott? Bara alltaf fínast, sko. Er það ekki? Hvernig er morðaglinn? Hvernig eru stendir? Við erum glaðið með þetta, sko. Menna, við erum bara alveg glæni, ég er aldrei keppt á það, fyrsti leikurinn. Já, þetta er fyrsti leikurinn, eða ekki? Vá, Ég er ógeðslega stoltur af okkur, sko. Já, Þetta var alveg virkilega- vel gert, þið spiluðu mjög vel. Virkilega Já. vel spilað. Þetta var bara geggjað. Fyrir fyrsta, er þetta fyrsti leikurinn ykkar þá líka? Í smá? Við höfum tekið eitt skrim og þá vantaði mér þess að main tankin okkar. Þannig við höfum aldrei tekið alveg leik allir saman. Það er svart. Þannig að já, þetta er svona fyrsti almenni leikurinn bara sem lið ever. Já, Alveg. Já, Það er svakalegt. Já. Herru, strákar, þið hefur bjarta framtíð að þetta var fyrsti leikurinn. Ó já, já, ekki spurning. þetta er ógeðslega gaman, sko. Ég er spenntur að sjá hvað þetta lið þróar út bildina. Já. Þið voru með alveg góð moments þarna. Er eitthvað sem að þú vilt hælda sem þú manst eftir sem var svona, það var svona betra en nokkur önnur? Sko,
Ég er alveg stoltur með að við hvað við vorum bara svona að spila fyrir skipti, hvað allir call-out og allt, þetta var bara svo gott, það var bara allir hlustu og þetta var bara gert eftir það sem var sagt. Ég er bara mjög glaðið með það. Sem fyrrum team captain, þá finn ég vel með þér þarna. Bara hvað maður er glaður þegar fólk fer að tala saman. Sem núverandi team captain, þá tekið út af því. Já, Það er alveg yndislegt. Það er bara, já, En, til hamingju með það. Bruna, ég spurði Hreirum rétt áðan hvað var svona mesta ógnin í ykkar liði. Í hinu liðinu minu. Já, í hinu liðinu. En ég er að segja ykkar liði sem sagt Hrútum. Hvað fannst þér vera svona, vá, hvað við þurfum að loka þennan gæja? Bara mesta ógnin, bara gerði rosalega mikið hjá Mystery. sko, það sem ég tók eftir að var að Megin, hún var bara alveg að rústa okkur hana tímabilið. Það var svolítið bara fókusin hana fyrst, en síðan skiptið yfir för og það. Við náðum ekki að stoppa hana. Já, Sasa á förunni. Já, hún var rúst. Við áttum ekki. Ó, mei, já. Ég tók eftir að eitthvað sárvandaði dífu á King's Road að loka á þessa föru, sko. Já, við hefum bara eftir að æfa betur og Já. ég held við getum alveg unnið eitthvað að leikið, sko. Já, þetta algjörlega. kemur allt. Þetta kemur allt. Já, bara með smá æfingu. Ef ég á að gefa ykkur tipp, jú, æfa meira og segja bara ekki vera hræddir um að skipta eftir hvað þeir eru að spila, andstæðingurinn eru að spila. Já. Það getur verið svo slæmt að festast í og maður bara getur ekki neitt á móti það sem þeir eru að spila og festast í bara við ætlum að ná olti eða eftir þetta fætt og það er svo mikið tími sem fer bara út frá því. Betra bara að skipta strax þegar þið tekið eftir vandamáli. Já, ég held bara að við munum vinna saman og við munum koma bara sterkar inn í næsta leik, sko. Jú, ég er full að trúa þig. Herri, já, og bara til hamingju með þannig leik. Er einhver shoutout sem þú vilt hendi inn núna, Brunar? Já, ég vil fá að sjáta þetta á Gulan Gaur og Woody Moody og hana í Kvistmalinn. Þeir eru búin að vera að hjálpa okkur helling. Þeir eru sem búin að fengja okkur saman og svona allt það. Þeir voru bara, þeir hjálpu helling. Þetta coachanir eða? Það eru coachanir okkar, sko. Coachanir, sko. Þeir eru geggjaðir. Huge shoutout á Kúasmalan, á Gulan Gaur og á Woody Moody. Já, Geggjað nafn. Gott nafn. það er geggjað. Herri, takk hérlega fyrir að koma til okkar og til hamingju með þannan fyrsta leik Já, ykkar. takk kærlega fyrir mig. Ég býð bara spenntur eftir næsta leik. Og við líka. Já, Takk kærlega fyrir, virkilega vel spilað hjá þér. Já, ég er orðinn kolsveittur eftir þetta. Ég veit um ykkur, þetta var æsir spennandi sko, að hluta til á allir þessu fættum hana. Maður vissi eiginlega aldrei hvaðan þetta myndi fara. Maður var svo, eru þeir að törna þessi, eru þeir að fara að vinna, eru hinni að fara að vinna, hvað er í gangi? já. Æðislegt að sjá þetta, en hvað er í guð eftir? Það er bara, það er bara að klára streamið það sem er eftir. Jú. Já. Ef við ekki bara þakka fyrir okkur. Þetta var Frankie Boxing að kasti og Keat. Vonandi bara heyrumst þið aftur bráðlega. Thank you very much. Já, takk fyrir okkur.